Við skulum halda áfram og næstur á mælendaskrá Atli Rútur Þorsteinsson. Líður þess að kenna. Atli lauk meistaragráðu í Burðarþórs- og brunaverkfræði frá Edinborgarháskóla árið 2012 að undangengnu námi í umhverfis- og byggingarverkfræði við Háskóla Íslands. Hann hefur starfað við brunahönnun á bruna- og öryggissviði Eflu-verkfræðistofu frá 2012 og hann ætlar að segja frá sinni reynslu af brunahönnun landbúnaðar bygginga. Eins og kom fram hjá honum Snorra hérna áðan, þá verulega ábót og vantum að það sé brunahannar. Þannig að þetta er mjög góður vinkill. Gjörðu svo vel, Atli. Takk fyrir. Eins og annars sagði, þá ætla ég að tefla hérna brunahönnun landbúnaðarbygginga og reynslu mína og okkar á bruna- og öryggissviði Eflu af hönnun slíkra bygginga. Í fyrsta lagi þá viðmiðið fyrir brunahönnun þessar tegund bygginga náttúrulega bara byggingarreglugerðin eins og með aðrar byggingar. Og landbúnaðarbyggingar gilda sömu kröfur og iðnaðarhúsnæði í notkunarflokki 1 samkvæmt reglugerðinni. Markmið og meginreglur reglugerðarinnar taka tillit til öryggis dýra einnig og svo eru nokkrar viðmiðunarreglur eða sérákvæði sem gilda sérstaklega fyrir landbúnaðarbyggingar. Svo leiðbeiningablað frá Mannvirkjastofnun sem hefur verið talað um í dag sem þá líka hægt að nota sem viðmið. Og svo eru ýmsar erlendar leiðbeiningar einnig til eins og evrópskar leiðbeiningar, það eru ágætar danskar leiðbeiningar og örugglega líka frá hinum Norðurlöndum. Brunahönnunin, markmið hennar þá að uppfylla markmið og meginreglur byggingarreglugerðarinnar. Það er ýmist hægt að gera það með því að uppfylla þá bara viðmiðunarreglur byggingarreglugerðar eða eins og oftast að þá brunahannaðarlausnin með einhverjum frávikum frá viðmiðunarreglum og það þarf þá að sýna fram á og rökstyðja með þá annarkvæmt bara rökstuðningi eða með brunatæknilegum útreikningum eða ágreiningu að öryggi sé sambærilegt og hannað hefði verið eftir viðmiðunarreglum eða betra og að markmið og meginreglur séu uppfyllt. Og markmið brunahönnunar þá að tryggja öryggi fólks, tryggja öryggi dýra, tryggja öryggi og starfsaðstöðu viðbragðsaðila eða slökkviliðs og svo eignavernd. Það sjálfsögðu líka. Þessi hús sem við erum að eiga við við erum almennt náttúrulega að eiga við kannski stærri byggingar þar sem við farum fram á brunahönnun. Þetta eru almennt byggingar sem hafa burðarverki úr stálverki eða límtri. Veggir og þök eru mjög gjarnan klædd með stálklæddum samlokueiningum. Einnig til að veggir séu steyptir og það sé þá timbur eða stálburðarverki í þökum. Og svo eru timburbyggingar þar sem að burðarverki eru límtri og veggir og þök eru úr massífum timbureiningum. Svoleiðis hús eru byrjuð að ríða sér eitthvað til náms á Norðurlöndunum og það er mjög krefjandi með tilliti til brunahönnunar. Það þarf að sýna fram á að öryggi sé sambærilegt vegna þess að krafa í byggingarreglugerð að klæðningar séu í flokki 1 sem timburið þetta ekki í húsum sem eru stærri en 200 fermetrar. Sem þessi hús sem við erum að eiga við eru almennt langt umfram það. Það er líka krafa að bæði þessi klæðningarkrafa og svo er krafa að einangrun í þessu byggingum séu óbrennaleg. Nema þá hann sé á steyptu yfirborði og klædd af án horrorúms að einangrunni. En það er eins og mjög algengt að það séu notaðar stálklæddar samlokueiningar með einangrun og það er heimild til þess að nota slíkt í reglugerðinni með ákveðnum takmörkunum. Ástæðan fyrir að menn vilja nota þessar einingar er svo að þessar einingar hafa betra einangrunargildi, kemst af með þynnri
einingar. Þær bera sig yfir lengri haflengdir og eru hagkvæmari almennt. En það þarf hins vegar að sýna fram á í brunahönnun að það sé talið áhættulítið að nota þær og gera þá ráðstafanir á móti jafnvel. Og þær þurfa að uppfylla ákveðnar brunaflokkun, þar segja bæði með tilliti til útbreiðslu elds, þannig að þær mega ekki auka útbreiðslu elds nema upp að ákveðnu marki og eins krafa hversu mikinn reyk þær framleiða eitraðar lofttegundir og svo með þær ekki dropa niður við bruna. Það eru í rauninni til 4 í rauninni tegundir af þessum einingum. Það eru steinullar, stórfættar samlokueiningar með steinullar einangrun og það er náttúrulega bara að uppfylla allar kröfur. Það er hægt að ná brunahólunum þessum upp í 4 tíma með svona einingum. Það er reyndar háð frágangi á einingunum, festingum og haflengdum. Svo þessar algengustu einingar sem við verðum að nota, þegar það verður að nota einingar með fasteinangrun á annan borð, það er svo pír og púr samlokueiningar, þess að mismunandi einangruna kjarnar pír og púr. Pír einangrunin er talsvert hagstæðari með tilliti til bruna og hægt að fá brunahorfandi einingar og brunaeiningar talsvert góðir og aðeins betri heldur en lágmarkskröfur í reglugerðinni. Það sem gerist fyrir þessar einingar í bruna er að innra stályfirborðið, límingin á milli einangrunnar kjarnans og innra stályfirborðsins fer og yfirborðið kiknar frá einangrunnar kjarnanum og eldur kemst að kjarnanum. Og eins og í tilfelli með pír einingar að þá kolast einangrun og ver sjálfa sig því að einhverju leyti fyrir bruna og stuðla þar leiðandi að minni eldútbreiðslu og reykframleiðslu heldur en ella. Svo til samlokueiningar eru framleiddar sem eru með pólystýren einangrunarkjarna sem er svona hvítt fröðplast. En þær einingar eru í rauninni bannað að nota á Íslandi þannig að pólystýren einangrun leikur niður við bruna og er í rauninni ekki leyfilegar og ekki notaðar. Eins og ég sagði, þá voru burðarverki þessara bygginga almennt séð stál eða timbur. Stálburðarverki er viðkvæmt fyrir hita og stálið hitnar og missir styrk og stífni í bruna. Þannig að það þarf að eldverja það með einhverjum hætti. Það er hægt að gera með eldvarnarmálningu eða með því að klæða það af. Eða eins og er mjög algeng lausn eins og í þessum landbúnaðarbyggingum sem við erum að hanna. Og það er að útfæra reyklosun á móti sem að heldur þá hitastigi í reyklagi í byggingunni undir þolmörkum stálburðarverkja sem er þá eitthvað fyrir 500 gráður eða svoleiðis. Timbur sé þetta brennulegt þá er það ágætt burðarefni saman í bruna vegna þess að þversnið bita á súluna má minnka töluvert áður en að vera hrunhætta og það tekur tíma að gerast þannig að timburburðarverki hafa ágæta brunamótsstöðu og það er hægt að yfirhanna þversniðin hafa stærri þversnið heldur en þarf til þess að ná þeirri brunamótsstöðu sem krafist er. Svo er einnig hægt að klæða af eða verja burðarverki sérstaklega. Steinsteypt burðarverki er svo sem ekki mikið annað en þá veggir í þessum landbúnaðarbyggingum. En það er mjög auðvelt að ná fullnægjandi brunamótsstöðu í steinsteyptu burðarverki. Það snýst bara hversu mikið steypuhula er á járnbendinguna og steypan leiðir hitailla og einangrar bæði sjálf sig og járnir. Mér finnst áhugavert að taka bara 3 dæmi brunamótsstöðu burðarbita. Þetta er þess 3 burðarbitar, stálvirki, límtrésburðarverki og steinsteypt burðarverki, eða steinsteypt biti, sem er allt hannað fyrir sama álaginu og mínútufjöldinn sem ég set þangað fram er sem sagt brunamótsstöðu tími fyrir svona staðlaða brunaferli sem ég sá með rauðu línunni hérna. Staðlaða brunaferli
60 mínútna staða brunaferli nær 900 eða rúmlega 900 gráðum á klukkutíma og miðað við þær forsendur þá er óvarinn stálbiti með brunamálstöð upp á 22 mínútur, límtrésbiti rúma klukkutíma og steinstöðubiti 90 mínútur. Þannig að það er mjög mikilvægt að það sé gera sérstakar ráðstafanir þar sem er verið að nota stálvirki, annarkvort með því að verja það eða verja það beint eða verja það með rykrónum. Og þegar maður er að verja með rykrónum þá er maður að reyna að breyta þessu brunaferli. Þetta staðlaða brunaferli áraunir kannski frekar við í litlum rýmum með háu brunálagi og á síður við í byggingum eins og þessum nágrannabyggingum sem við erum að hana sem eru vel reykræstar og hafa mikið rúmmál og mikla stærð og kannski ekki mjög hátt brunálag miðað við stærð. Það er krafa fullgilt brunavarnarkerfi ef byggingar eru stærri en 1000 fermetrar. Hins vegar í leiðbeiningum Mannvirkjastofnunar að það skuli setja upp brunavarnarkerfi eða tæknibúnaðar, til dæmis mjaltaþjónar eða róbótar eða fóðurbúnaðar eða eitthvað slíkt í sama rými og gripirnir. Og það er náttúrulega mjög mikilvægt í þessum nágrannabyggingum sem við erum að hanna að viðbrögðin komi snemma vegna þess að viðbrögð eru oft ekki eins og í fjölbýli. Það segja að það tekur tíma fyrir slökkvilið að komast á staðinn. Þannig að það má rauninni segja að það er alltaf mælt með því að setja brunavarnarkerfi. Það er einnig að það er ekki beint krafa að hafa brunavarnarkerfi, það var einnig hægt að mæla með því að setja upp einhverja einfaldara kerfi, kannski ekki fullgilt brunavarnarkerfi tengt vaktstöð og allir svo pakki. Heldur það er hægt að hafa kerfi sem að gefa boðun í síma eða eitthvað slíkt og einnig er mögulegt að útfæra boðun út frá einhverju annarri vöktun sem er í byggingu, til dæmis á hita eða rafmagnsútslætti tengt til dæmis loftarhringu. En reykskynnin er náttúrulega langt og hraður og reyksókskerfi eins og kom fram hérna er svona almennt það sem er notað og mælt með í þessum byggingu, í þessum tegundum bygginga. Það er sérst kerfi þar sem eru plastpípur lagðar alla bygginguna með götum á ákveðnum stöðum og með ákveðnum millibili og ákveðnum stærðum. Og það er svo stjórnstöð sem er stöðugt að soga loft úr byggingunni og greina reyk úr loftsýninu. Þau eru mjög næm og þau eru stillanleg, þannig að það er hægt að stilla þau þannig að það eru mjög litlar líkur á falsbúðum og það er þessi kerfi þola þetta krefjandi umhverfi sem er fyrir tæknibúnað í landbúnaðarbyggingum. Í brunahönnun þurfum við að gera grein fyrir rýmingu, hvernig skuli staðið að rýmingu og hvaða rýmingarleiðum er gert ráð fyrir. Það eru mjög mismunandi aðstæður eftir því hvernig tilhögunin er innanhúss, hvort er að ræða lausagöngu eða sem dýrin eru í stígjum eða jafnvel á básum eða þessum það í búrum. Það er krafa í reglugerðinni að það skuli vera minnst 2 dyr á hverju húsi og staðsetningin á þessum dyrum skiptir þessu mjög miklu máli. Að passa upp á það sé ekki dauðir endar inn í húsinu. Það sé dyr svona cirka í gagnstæðum endum, þannig að þú getur þá opnað dyr og hringt út í gagnstæðum enda við það sem að hættan er til staðar og þannig að þau eru ekki að reka dýr á móti hættunni. Það getur verið mjög erfitt og eiginlega ómögulegt. Svo er ákveðnar kröfur breiddir dyra og það er í evrópsku leiðbeiningum við tala um að það sé æskilegt eða nauðsynlegt að rýming taki innan 60 mínútur og það er kannski auðvitað mögulegt að vera með svo langa rýmingartíma í eins og þessum byggingum sem við erum á Fossstuði sem eru mjög stórar með mjög mikilli reyklosun. Þá er ekki hægt að halda skipni og hitastigi niðri með reyklosun í mögulega þann tíma og öryggi og það hafa verið gerðar rannsóknir. Í Danmörku taflan hann sýnir töflu úr dönsku leiðbeiningum fyrir brunavarnir í landbúnaðarbyggingu og þar er talað um að 2 menn geti rýmt ca. 500 sláturgripi og svínabúi, 550 búa fjós
að 30 hestar, það tækir svona 2 menn hálftíma, tækir 2 menn klukkustund að rýma 30 hesta. Og svo einnig fjallað í þessu rýmingu á hælum og það niðurstaðan svo að það ekki raunhæft björgun. Og þess vegna mikilvægt að nálgast brunavarnir í slíkum byggingum með öðrum hætti heldur en að búast við rýmingu, skipta upp með einhverjum, hafa viðbót brunahólfun eða ekki slíkt til auðvitað. Svo náttúrulega mikilvægt í þessu að huga aðstæðan fyrir utan bygginguna líka og eftir rýmingu og gera grein fyrir því. Það krafa að rými fyrir dýr skuli vera sérstakt brunahólf í reglugerðinni, þannig að við brunahólfum frá allan búnað eins og loftpressur, rafmagnstöflur og allan tæknibúnað, kaffistofu fyrir starfsmenn og starfsmannarými og allt slíkt. Svo eru kröfur í reglugerðinni líka að aðskilja hlöðu frá rýmum fyrir dýr og svo eru kröfur til útfærslu á súðþurrkunarklefum og svoleiðis, en eðli máls samkvæmt er það ekki eitthvað sem við þurfum mikið að fást við í brunahólfun á nýjum blánabyggingum. Í þessum nýju byggingum mjög oft einhver tæknibúnaður í sama rými og dýrin, til dæmis mjaltabúnaður eða eitthvað slíkt, sem getur valdið brunahættu. Og einnig eru fóðursvæði og fóðurbúnaður oft í sama brunahólfi dýr og það þarf að gera einhverjar ráðstafanir sérstakar vegna brunavarna út af þessum búnaði. Og algengasta nálgunin sú að útfæra reyklosun þannig að það takmarki hita í byggingunni og takmarki eldútbreiðslu og takmarki útbreiðslu reyks, haldi ákveðnum hæð reyklags og hitastígi og skygni fyrir innan krítiskra marka. Og reyklosun nýtist líka við að verja burðarki eins og við fjallaðum. Og þetta oftast gert með því að samnýta náttúrulega loftræsingu og reykræsingu, þar sem eru auðbrennalegir, oftast pólíkarbónat plastgluggar í mænum byggingana sem að bráðna þá burt við bruna við svona cirka 220 gráður eða slíkt. Það algengasta lausnin á reyklosun. Viðbrögð slökkviliðs og slökkvistöðvaröflun annar hlutur sem það þarf að gera grein fyrir. Og í byggingarreglugerð krafa að það skuli auka brunavarnir bygginga ef viðbragðstími fer yfir 15 mínútur eða þá ef slökkviliðar á einhvern hátt vanbúið til að fást við eld í viðkomandi byggingu. Þannig að það þarf að gera sérstaklega grein fyrir því og slökkvistöðvaröflun getur verið mjög krefjandi að sjálfsögðu í dreifbýli. Einhver forði á dælubílum slökkviliðs, svo hægt að útfæra og við höfum útfært vatnsbirgðir á staðnum í tönkum til að tryggja eitthvað ákveðið magn af slökkvarni. Sjaldnast vatnsveita eða brunavana til staðar í þessum verkefnum sem við höfum verið með, þó í einhverjum tilfellum sem til nálægt þéttbýli. Og svo vanalega þarf að gera einhvers konar grein fyrir því hvar hægt að komast í slökkvivagn og með hvaða hætti og það getur þurft að gera ráðstafanir til þess að til dæmis ár eða völd séu aðgengilega fyrir slökkvilið, til þess að dæla vatni beint eða til þess að ferja vatn á staðinn. Í evrópsku leiðbeiningunum sem ég hef vísað svolítið í þá mælt með því að það sé gerð viðbragðsáætlun og heimaáætlun fyrir landbúnaðarbyggingar sem að skilgreini þá hlutverk aðila í eldsvoða, hver fyrstu viðbrögð eiga að vera, hvernig eiga að boða viðbragðsaðila og einmitt tekið sérstaklega fram að kunnugir leiðbeining á viðbragðsaðilum með staðsetningu elds, með rýmingarleiðir, jafnvel með forgangsröðun björgunaraðgerða og hvernig skuli afla slökkvivatns.
fjalla örfá dæmi svona verkefni sem við höfum komið að. Við höfum komið að allskyns verkefnum, fjósbyggingum, nautahúsum, fiskeldi eða seiðaeldi. Það kannski svona á grensunni hvort helst landbúnaðarbygging eða ekki. Eggjabúum, svínabúum og reiðhöllum. Það mjög fjölbreytt verkefni og mjög mismunandi viðfangsefni í hverju dæmi. Hérna er dæmi fjósbyggingu, mjög flott verkefni, sjá að mynda fjósum hérna neðst. Arkitekt annað hús 4600 fermetrar, það er gríðarlega stórt. Fyrir undabili held ég 250 mjólkurkýr. En í byggingunni eru líka allar aðstæður, sjúkrastýr og burðastýr, aðstæður fyrir geldkýr og kálfauppeldi, allt innan sömu byggingar. Þið sjáu þetta ónandi á myndinni. Svo er fóðursvæði þarna í endanum og svo er gegnum gangandi fóðurgangur í gegnum alla bygginguna. Svo eru smá starfsmannarými í smá hlutunum. Þetta hús er byggt úr stafverki og gírslamgreiningu og við gerum sérstaklega greiningu á svona þessum helstu brunatilfellum sem við byggumst við að geti komið upp, til dæmis í tæknibúnaði og fóðursvæðinu til þess að sýna fram á hvernig reyklosun getur komið í veg fyrir útbreiðslu elds og tryggt ástandið í byggingunni í fullnægjandi tíma til þess að þetta geti farið fram björgunaraðgerðir og eins aðstæður fyrir slökkvistörf geti farið fram. Það er brunavarnarkerfi að sjálfsögðu í þessari byggingu og með þessar forsendur sem ég sýndi ykkur áðan þá er rýmingartíminn 60 mínútur fyrir 2 menn í þessari byggingu. Í þessu tilfelli er viðbragðstími slökkviliðs 14 mínútur fyrir þá slökkvistöð sem er næst, en svo eru 2 aðrar slökkvistöðar í 17 og 29 mínútna fjarlægð. Þarna var útfærður slökkvisforðið á staðnum, þannig að við höfum útreikna hámarksslökkvistörf eða afkasta þörf slökkvists að þá sem stuða það í 40 mínútur til slökkvistarfa og til viðbótar er slökkvivagn á dælubílum 20 mínútur, þannig að þetta er fyrir klukkustund sem að slökkvistörf geta farið fram á hámarksafkastund með því vatni sem getur verið á staðnum. Svo gerðum við sérstaklega greiningu líka á því ef ferjun á vatni frá nærliggjandi á færi fram. Það sést á myndinni hérna, bláa línan sýnir hvernig slökkvivatni klárast í kringum 60 mínútur, en ef við gerum ráð fyrir einhverju ferjun á slökkvivatni þá er þetta að teygja tímann upp í rúma 2 klukkutíma. Fiskeldishús sem við hönnuðum gríðarlega stór bygging, 10.000 fermetrar, mjög lágt brunálag. Helsta viðfangsefni var í þessu var þá helst af því að húsið er svo stórt að langar rýmingarleiðir fyrir fólk, öryggi dýra, ekki mikið tekið á, en helsta verkefni var þá að tryggja aðstæður fyrir viðbragðsaðila, eða slökkvilið sem sagt, þannig að þeir geta þurft að sækja inn í bygginguna en hún er svo stór og í þessu tilfelli gátum við ekki nota reyklosun með auðbrennanlegu plasti vegna þess að brunaálagið er svo lágt og rýmið er gríðarlega stórt, þannig að líkurnar eru á að hitastig verði bara einfaldlega ekki nóg til þess að virkja reyklosunina. Það þurfti þá að beita reyklúgum sem er sérst opnanlega til að tryggja aðstæður fyrir slökkvilið. Og þarna var slökkvivarsöflun ekki vandamál í þessu tilfelli. Svo hefur við komið að brunahönnun á eggjabúum og nefnum dæmi 4.000 fermetra eggjabú sem er skipt í 7 byggingar sem eru brunahólfaðar frá hvor annarri. Eins og við talaðum áðan þá er rýming dýra í rauninni ekki raunhæf í þessu tilfelli og því ennþá mikilvægara að greina helstu mögulegu upptök bruna í brunahönnunni og hólfa sem mest niður
bæði minnka það svæði sem undir til þess að takmarka tjón og auka öryggi og líka að reyna að horfa frá helstu mögulegu upptök elds. Svínabúum höfum við einnig komið að. Þetta þetta dæmiverkefni sem í vinnslu. Svona ekki komið mikið á stað. En þarna í þessu tilfelli verður slökkvistöðin krefjandi og þarf að leysa með einhverjum hætti. Annaðhvort með vatnsbyrjum á staðnum eða þá einhverju aðgengi að slökkvivatni sem þarf að útbúa sérstaklega, aðgengi að nærliggjandi á. Við gerum ráð fyrir að við þurfum að leysa einhvern hluta af byggingunni, til dæmis þar sem slátugrísir eru geymdir í hólfum eða stígum, fyrir að útfæra einhverja miðlæga aflæsingu eða þannig að sé með einhverjum hætti einföldum hætti hægt að opna mörg hólf í einu jafnvel. Það þá mismunandi milli hluta þar sem gildur eru. Það kannski meira að opna eitt og eitt hólf í einu. Við höfum komið að brunahönnun reiðhallar sem dálítið ólíkt verkefni. Að því leyti að þar vorum við með áhræðarhallar fyrir 250 manns, þannig að það var líka öryggi fólks og rýming fólks til staðar. Og þarna voru áhræðarhallar fyrir 250 manns og básar og aðstæða fyrir 30 hesta. Rýmingin fyrir hestana má gera ráð fyrir að séu allavega hálftími fyrir 4 menn. Rýming á þessum 250 manns úr áhræðarhöllunum tekur samkvæmt rýmingagreiningu og útrýningu bara 4 mínútur. Þannig að þrátt fyrir þessi töluverður fólksfjöldi og tiltölulega fá dýr að það var samt rauninni kritíski þátturinn í brunahönnun á þessari byggingu útfært á reyklosun og annað slíkt var björgun dýranna. Bara stutt samantekt í lokin að þá þetta landbúnaðarbyggingar eru sérhæfðarstarfsemi og það þarf að beita það gilda sérhæfðar kröfur þessar byggingar og það þarf að beita sérhæfðar lausnum í hönnun og það þarf að gera grein fyrir þessum þáttum sem ég hef nefnt í brunahönnuninni og raun fleiri þáttum eins og neyðarlýsingu og handslökkubúnað og öðru slíku sem ég hef ekki fjallað Markmið brunahönnunar alltaf að tryggja öryggi fólks, tryggja öryggi dýra og tryggja bæði aðstæður og öryggi fyrir viðbragðsaðila eða slökkvilið. Eignavernd að sjálfsögðu líka og svo alltaf markmiðið í brunahönnun einnig að leggja fram hagkvæmar lausnir og það tala svolítið kostnað, eins og kostnað við brunavernarkerfi og ég held að ef þú tekur byggingu sem hönnuð samkvæmt viðmiðunarreglum tekur svo brunahannaða byggingu þar sem búið að gera ákveðnar breytingar, til dæmis skipta út setja samlokueiningar með brennbæri einangrun útfæra reyklosun til þess að verja burðarverki í staðinn þess að einangra burðarverki